Já, sælir verið góðir áhorfendur. Í dag ætlum við að ræða samgöngur á landi og höfum fengið góðan gest til að ræða þau. Það er Hreinn Haraldsson, fyrrverandi vegamálastjóri. Gríðarlega ánægjulegt að fá hann í þáttinn og ræða þessi stóru mál og sem ég hef verið mjög spenntur fyrir gegnum áratugina, það er samgöngumálin okkar og hvernig við erum að standa að því hvað sem er loftið láð að legi. Og hér ætlum við að tala samgöngumál á landi við einn okkar helsta sérfræðingi í þeim málum undanfarna áratugi. Og vertu velkominn í þáttinn, Hreinn. Takk fyrir Njáll, gaman að fá okkur til þig. Gott að sjá þig. Ef þú myndir að segja bara kannski áhorfendum og áheyrendum af þinni aðkomu að þessum samgöngumálum síðustu áratugi, hvernig þú kemur inn í þetta og nám og starf. Já, ég get náttúrulega kannski byrjaði að segja að ég er náttúrulega komin út úr þeim núna, en ég tala hérna svo ábyrgðarlaus ungur maður bara sem er hættur störfum og lít tilbaka og það er bara gaman að ná að rifja það upp, en það byrjar sem sagt á því að ég fer í háskólann hér heima og læri jarðfræði og hef strax mikinn áhuga á að nota það svona í alls konar mannvirkjagerð þá þekkingu og fer í framhaldsnám til Svíþjóðar 75 og lík þar doktorsprófi 81 og þar lagði ég áherslu á svona verkfræðilega jarðfræði svo kallaða. Hvernig nýtir maður jarðfræðilega þekkingu í mannvirkjagerð almennt. Það getur verið stíflur og vegir og brýr og hvað sem er. Og síðan hafði ég byrjað svolítið á sumrin þá meðan ég var í háskólanum í sumarvinnu hjá vegagerðinni að leita efni í nýja vegi og fékk sem starfum leið ég lík námi 81 og byrjað strax þar í júlí það ár hjá vegagerðinni og fyrstu árin snýst starfið fyrst og fremst jarðefni til vegagerðar, þá var að byrja þessi slitlagavæðing og vantaði þekkingu á steinöfnum í nýja vegi. Svo eftir fáein ár þá færist áherslan ekki síður yfir á jarðgöng og jarðgangagerð og ég var á leiðinni maður hann innanhús sem var með einhverja sérþekkingu á þeim málum og það lenti á mínu borði og var þar næstu áratugina í raun og veru, alveg framundir það ég tók við stöðu vegamálastjóra 2008, þannig að ég var með þau mál í 25-30 ár á mínu borði, þannig að ég hef komið svo sem ýmsu á þessum 40 árum sem ég vann hjá vegagerðinni og það við getum rætt ótal hluti sem kom að því, en það var semst ekki fyrir þá 2008 því ég kemst í stól vegamálastjóra sem fæ svona almennilega stjórnunar stöðu til þess að það áhrif á hvað að gera hverjum tíma og svo framvegis. Þetta er svona stórum dráttum í staðan. Þetta kannski ég hef stundum talað líka til að tala jákvætt hluti hvað þá búið að gera hérna á Íslandi á undanfarnum árum þegar maður var barn og var að keyra hérna landið og þegar maður var 8-9 tíma að keyra milli Akureyrar og Reykjavíkur og með 2 varadekk í skottinu og sprungið báðum eftir ferðina að með 1980 þá var 10% af leiðinu milli Akureyrar og Reykjavíkur með olíumöl og þetta var klárað raunverulega á 14-15 árum. Ég held að það verið 94 sem að minnisvarðan settu við Sesselíubúð upp á Öxnadalsheiði að það var búið að klára olíumölna milli Akureyrar og Reykjavíkur. Þannig að þetta er ekki langt síðan. Nei, þetta er ótrúlega stuttur tími og held ekki aðra þjóðir sem hafa gert jafn mikið á stuttum tíma en þær reyndar byrjuðu miklu fyrr en við. Gallinn hjá okkur að það var byrjað allt og seint á þessari slitlega væðingu en það gekk síðan mjög vel og eins og þú segir, það eru 40 ár síðan það var nánast ekkert komið 1980. Ég er náttúrulega stundum grínast með það, ég byrja að vinna 81, þá fara hlutirnir að gerast. Já, auðvitað, þá kom drifkraftur í þetta. En það er ekki svo einfalt að það sé skýringin. Já, en síðan hefur verið svona einn okkar helsti jarðgangna sérfræðingur og komið mikið að jarðgangnamálum á þessu síðustu áratugum, eða ekki rétt? Jú, það passar alveg rétt. Það er öll jarðgöng sem hafa verið gerð síðan sem ég hef komið að einhverju stíu. Oftast upphafsárunum, rannsóknar og undirbúningstímanum hönnuninni og síðan alveg fram að opnun og fekk náttúrulega klippa á borða í þinn síðustu sko. Já, nákvæmlega. Það er ekki bara jarðgönga, þessi ríkisjarðgöng, ég kom töluvert mikið að Hvalfjarðargöngunum til dæmis og þau væru unnin á vegum einkaaðila, þá kom ég bæði að byrjunni og svona alveg fram að opnum þeirra heilmikið. Ég hef svona komið að flestu jarðgöngum á vegakerfinu, auðvitað gerð jarðgöng líka annar staðar í virkjunum og svo framvegis.
Þannig að eiginlega fyrir þína tíð þá það bara eiginlega Arnardals göngin við Ísafjörð, það Drengjagöng og Oddsskarðið sem að koma fyrir þína tíð og síðan ferðu að vinna við það sem eftir hefur komið, eða? Já, það passar alveg. Það var bara ári eftir að ég byrjaði hjá Vekinu sem við förum að undirbúa Ólafsfjarðarmúla sem var þá mitt fyrsta verkefni. Ég fékk það bara hreinlega á mitt borð að sjá rannsóknir og undirbúning og útboð á því verki. Já. Þá var það einmitt að kannski tökum boltan þar. Ég hef talað fyrir því í mörg ár og við sveitarfélögin og skrifaði grein það í fyrra í Staðarblaðið nauðsyn þess að það leiðingsvæðið og líka sveitarfélögin sérstaklega kannski við Eyjafjörðinn myndi þá skrifa sína stefnu til lengri til næstu áratuga hvernig menn ætla að leysa umferðarmálið Tröllaskagann. Þetta mikið fjalllendi sem vel þekkja til og gengur á ýmsu á þessu landsvæði. Við fengum Múlagöngin 1991 tekin í notkun eins og það var þín fyrstu göng 3,4 kilometrar bara eiginlega inn í Ólafsfjarðarmúlanum sjálfum. Þau eru bara rétt út á nippunni í sjálfu sér og hafa kannski ekki elst vel svona miðað við þegar þeir voru að vinna þau göng, hvernig var unnið með þetta? Það voru þversnið og annað, ef þú getur sagt okkur aðeins að tilurð þeirra, auðvitað sér maður töluvert eftir því í dag að þau hafa ekki verið gerð tvíbreið á sínu tíma, þau eru orðið svolítið barnsins tíma nú þegar, á 30 árum, á þessu 30 árum. Já, það er alveg rétt. Við vorum að undirbúa þetta, þá ég fór til Noregs og til Færeyja líka, þá voru þeir á fullu í jarðgangagerð og þeir voru ennþá að gera einbreiðgöng. Norðmenn voru þó meira og minna að hætta því það leyti. En það var lagt til hjá okkur að hafa Múlagöngin einbreið. Það var annars vegar kostnaðurinn náttúrulega. Það voru ekki miklu fjármunir settir í þetta í byrjun. Og hins vegar voru menn hreinlega hræddir við reynsluna frá síðustu göngum. Það var Oddsskarðið, það gengi brösulega. Bergið hrundi mikið og menn höfðu ekki alveg tök á þessu, var ekki mikið þekking innanlands og menn treystu sér hreinlega ekki í að hafa þversnið og breytt eða þá þyrfti svo mikið að styrkja bergið til að hrundi ekki niður að það var annars vegar þessi teknilegu þáttur og hins vegar kostnaður sem réð því að menn fóru í einbreiðgöngu. Það var svolítið rætt strax þá að hafa þau tvíbreiðin en þetta var samt niðurstaðan. Hversu mikið dýrara hefðu orðið var svona áætlað ef þau hefðu orðið tvíbreið? Það var áætlað á þeim tíma það væri 25% kostnaðarmunur á einbreiðum og tvíbreiðum og það var annars vegar náttúrulega þversnið að sprengja meira en sérstaklega vorum við þá hræddir við styrkingar. Þetta styrkja miklu meira bergið og síðan náttúrulega breiðara slitla og fleira sem að telur í þeirri upphæð. Já, nú hefur verið og ég veit þú sem sérfræðingur komst aðeins og vannst aðeins fyrir sveitarfélögin fyrir norðan eða Skagafirðinum og held ég Akureyrarbæ. Var þetta Tröllaskagagöngin. Hvað getur þá hugmynd? Hvað getur sagt okkur helst þá hugmynd? Svo myndi ég aðeins víkka umræðina út í heildardæmi var þetta Tröllaskagan. Þetta löng göng yfir 20 kilometra eða hvað? Já, það passar. Það er umvel ekki að fara mikið undir 20 kilometra, jafnvel aðeins yfir. Það er að velja aðeins mismunandi kosti en þessi göng yrðu náttúrulega held ég númer 1 til þess að tengja mig betur með Norðurlandið, Skagafjörðinn og Eyjafjörðinn og það var svo sem eina forsendunum á sínum tíma fyrir Héðinsfjarðargöngunum og jafnvel Vaðlaheiðargöngum að þessi jarðgangagerð ætti að styrkja mið Norðurland svona mótsvæði við höfuðborgarsvæðið og göng til Skagafjarðar myndi náttúrulega bara bæti í þá mynd og náttúrulega auka samstarf þarna milli sveitarfélaga og þéttbýliskjarnanna þarna á Tröllaskaganum sikkur megin. En að öðru leyti þá svo sem ekkert fyrir hinn almenna vegfaranda í það að sækja kannski að fara í þessa miklu málhyggjar en þetta myndi gjörbreyta þessu. Já, þetta myndi gjörbreyta atvinnusvæðið svona styrkja það. Já, myndi styrkja atvinnu- og þjónustusvæðin. Það var líka á sínum tíma þegar þessi hugmynd kemur upp fyrst rætt hvort ætti að flytja hreinlega hringveginn út Skagafjörð yfir Þverárfjall og í gegnum slík göng til Eyjafjarðar. Og ef það þá náttúrulega allt aðrar umferðarforsendur sem myndu þá breyta dæminu en það ekki miklar styttingar til dæmis í þetta að sækja fyrir leiðina Reykjavík Akureyri.
Nei, og þá þyrfti vantar líka að endurbyggja alveg veginn nánast frá Blönduósi Þverárfjallið og síðan þessa leið. Það alveg óhjákvæmilegt. Já, þetta gríðarleg framkvæmd. Já. Í þessu samhengi, þetta eiginlega það sem ég vildi reyna að skapa einhver umræðu og yrði unnið plagg fyrir svæðið þegar að horfa á þetta heildstætt. Það annars vegar, eins og ég held að við þurfum að gera að fara að horfa aftur á þetta í þess að tengingu þarna Dalvíkurbyggðina yfir í Fjallabyggð og síðan áfram í Fljótin að huga að mögulega þá skoða nýja leika þessar hugmyndir sem voru göng frá Dalvík eða beint yfir í Ólafsfjörð, þannig að kæmi bara rétt sunnan við byggðina eða í Ólafsfirði og síðan aftur hinum megin var þetta Siglufjarðargöng yfir í Fljótin frá Siglufirði, þessar hugmyndir 5-6 kilometrar, þannig að og síðan aftur þessi valkostur með Tröllaskagagöng inn í, síðan var náttúrulega að tala líka aðra hugmynd, var þetta Tröllaskagagöng sem var úr Hörgadalnum og yfir í Skíðadal, keyra yfir í Svarfaðardalinn og síðan aftur yfir í Kolbeinsdal. Það var svona önnur hugmynd Tröllaskagagöngi sem maður heyrt af og síðan kannski með Öxnadalsheiðina og það voru hugmyndir 4 kilometra göng, bara beint undir Bakkaselsbrekkuna fyrst og fremst og síðan aftur lengri göng sem að jafnvel 10-11 kilometra. Síðan hef ég alltaf haft mikinn áhuga að þetta skoða og bara fá meira upplýsingar raunverulega fara inn Hörgadalinn og beint yfir í Norðurárdalinn í Skagafirði og undir þá Hörgadalsheiðina eða hvað, hún heitir það örugglega í dag, já. Þannig að hvað svona þessi heildarmynd og raunverulega bestun á þessu kostnaðarlega og hvað myndi gera mest í samfélagið. Minn grunur sá að það væri þetta að gera allt nánast göngin bæði út í Fjallabyggð og síðan Öxnadalsheiðina og ýmislegt annað bara fyrir kostnaðinn af Tröllaskagagöngum. Hvað segir þú svona heildarmyndina að þessu saman? Já, þetta náttúrulega rosalega stórt dæmi sem þú leggur þarna upp en fyrst náttúrulega ég alveg sammála því að ég held að væri mikið það að sækja að gera einhvers konar framtíða stefnumótun fyrir samgöngur á þessu svæði, ekki bara með jarðgöng, þetta almennt fyrir þjónustu og almennt uppbyggingu samfélagsins á svæðinu. Ég reyndar ekkert mjög hrifinn af heitinu Tröllaskagagöng af því að við erum að tala fleiri göng á Tröllaskaganum sem að þannig að við höfum talað stundum Hjaltastaðagöng eða eitthvað slíkt en það skiptir ekki öllu máli en ég alveg sammála því að þetta þarf bara að stilla þessu upp almennilega og ég held að út úr því kæmi allavega slík göng, þessi löngu göng sem að ennþá lengri en í tvískipt ef það farið Kolbeinsdalur og Skíðadalur sem hún nefndi líka. Ég held að það sé 26 kilometra en kosturinn við það að það voru hvor göng ekki nefnum 13 kilometra eða innan við það og sem þá svona teknilega miklu viðráðanlegra út af öryggismálum og fleira slíkt. Þessu þarf að hreinlega stilla upp og þá bera saman við hinn verkefni sem þú nefndir og það þá fyrst og fremst Dalvík, Ólafsfjörður og Siglufjörður Fljót sem að væntanlega eru þar framar á blaði heldur en hitt en það náttúrulega bera þetta svona samfélagslega saman bara hvað að skila hverju fyrir annars vegar samfélag á svæðinu og hins vegar fyrir þjóðarbúið hvert af þeim stóra og dýru verkefni. En það náttúrulega, ef við fara aðeins inn í hinn verkefni sem þú nefndir þá það alveg ljóst að það hlýtur að koma því og það langt síðan að fara að ræða það að tengja Siglufjörð yfir í Fljótin og það ekki bara til þess að stytta leiðir heldur það ekki sístu vegurinn almenningar sem lengi verið rætt að ekki til frambúðar. Þetta svona bráðabirgðalausn sem verið að vinna þar alltaf öðru hvoru lagfæringar á þeim vegi sem svona smá síga undan hallanum í átt til sjávar. Ég hef kannski ekki verið mikið hræddur við að færa í heilu lagi en það getur hugsanlega eitthvað stórskert en þetta allavega svona ekki vegur til að horfa á til einhver áratuga myndi maður halda og þá eru jarðgöng frá Siglufirði langbesti kostur. Og þá þessi 2 valkostir sem hefur verið talað 5,2 og síðan 6,2 kilometra lengd og hvað segir þú þessa 2 kosti? Já, það sem ég hef skoðað og það var byrjað að skoða þetta svolítið áður en ég hætti að vinna náttúrulega og skoða nokkuð lengi þá þetta sem þú segir 6,2 kilometra úr Skarðsdal og yfir í Fljótin við hraunum Fljótum og hinn kosturinn þá úr Hólsdal inn af Siglufirði og yfir í svokallaðan eða utan við Nautadal í Fljótum
Skælingar heitir fjallar og þeir kæmi út þar í ræturnar. Það eru styttri þau göng, 5,2 kilometrar, hinn eru 6,2 og ég held að hefur alltaf litist betur á þannig styttri kost. Ekki bara það að kílómetersmunur í lengd heldur eru aðstæður mun betri fyrir munnana, sérstaklega við Siglufjörð. Þá farið þarna inn fyrir golfvöll og alveg þokkalegar aðstæður sem menn hafa svona séð fyrir sér að gæti verið útkoma fyrir göngin þar og hinum megin það líka. Þetta eru göng eitthvað 60 metra hæð í sjó og myndi leysa þetta heldur prýðilega. Það flækjustig yrði kannski aðalega þessi tenging Siglufjarðar megin við sveitarfélagið í þéttbýli þar og útivistarsvæði og annað slíkt. En það er hægt að leysa það. Þannig að það yrði held ég allavega svona mín fyrstu sýn að þetta yrði sá kostur sem væri vanlegri. Þú ert eiginlega búin að svara það sem ég ætlaði að spyrja næst og náttúrulega þekki ég vel til mála einmitt með almenningana og það vegurinn sé svona hægt og rólega að fara niður á vissum köflum. Og þú ert náttúrulega sérfræðingur á þessu sviði varðandi jarðefni, þessi máli. Það sem gerist á Seyðisfirði, við erum að heyra svipað getur gerst í Fáskrúðsfirði, Reyðarfirði einhver leyti og Eskifirði hefur verið, maður veit ekki alveg, það er verið að reyna að fá það á hreint hvort þetta sé sjálft vegstæði fyrir ofan byggðina eða hvort þetta sé hlíðin sem er á ferðinni. Og fyrir þetta ekki eins og með almenningana, svo er þetta 15 km stytting sem næst fram með því, að þetta ekki að verða svolítið stórt og mikið mál með það sem hefur verið að gerast og virðist líka verið að gerast, það er ekki bara Íslandi, heldur þegar maður fara að skoða að þessu heimsvæði, að maður er að sjá þetta frá Noregi og þetta virðist tengjast eitthvað með hérna, að bara ákveðna breytingar í loftslagsmálum og öðru virðast að vera að fara áhrif. Jú, það er alveg rétt að það er að skoða þetta og svo sem byrja á því hjá Vegagerðinni og gera það í nokkur ár, hvaða áhrif loftslagsbreytingar getur haft á vegakerfið og það eru þessi atriði, þetta er fyrst eins og að tala þá aukna úrkomu eða svona kröftur úrkomu á stuttum tíma sem getur haft áhrif og þetta eru náttúrulega þau atriði sem að geta skapa hættu varðandi mannvirkin að þetta er alveg svona nokkur leyti sambærilegt á Seyðisfirði eins og er á almenningunum. Þetta eru svona jökulurðir sem að verður til eftir að jökull hvarf á landinu fyrir 10.000 árum og víðast á landinu þá bara liggja þessar urðir eftir jökulinn kyrrar og rólegar en utan í hlíðum við ákveðnar vatnsþrýsti aðstæður sem verða til neðanjarðar þá heldur þetta áfram að skríða undan hallanum og þannig hefur þetta verið í almenningunum. Það var eitt af mínum fyrstu verkefnum þegar ég byrjaði 81 hjá Vegagerðinni að fara að mæla þetta skrið, þannig að það hefur verið fylgst með þessi í 40 ár og þess vegna vitum við alveg hvaða flekar er að hreyfast mest og hverjir hægar og svona megin niðurstaðan er svo að þetta er ekkert að stoppa. Við vorum alltaf að vona það að þetta væri eitthvað tímabundið en að sjórinn væri bara að éta framanna og síðan myndi það stoppa en það er ekki svo einfalt. Þetta er á sífelldri hreyfingu, sum árun er þetta svona þokkarlega til friðs en hraðar á milli og það er ekki takt að finna veginu nýjan stað fyrir ofan þetta. Það verður áfram í urð sem er að hreyfast. Þannig að í því tilfelli er eini möguleikinn raun og veru bara að losa sig út úr þessu með því að gera þessi göng sem vorum að ræða. En ég hef á þessum 40 árum aldrei verið neitt ofboðslega smeykur þetta fari í einu lagi fram. En það er ekkert útilokað, það er best að halda því til haga líka þó að líkurnar sé ekki miklar. Eins og svona, ef þetta er breytt eins og núna þessi úrkoma sem fellur eins og Seyðisfirði á, þetta er náttúrulega minni, öðru hvort með 700 millimetra á 5 dögum eða hvað það var. Þetta er meira úrkoma heldur en fellur Akureyri heilu ári, í venjulegu ári, sem fellur á 5 dögum. Þetta hefur náttúrulega verið svolítið umræðan varðandi loftslagsbreytingar, það gætu breyst svona úrkoma annað og hvað kæmi niður, Já, og enda hafa sérfræðingar hjá Veðurstofunni sagt að þessi atburður á Seyðisfirði var eitthvað sem menn byggust alls ekki við á þessu stað þó menn hafa verið að mæla og fylgjast mjög vel með þessu í nokkur ára. Að þetta kom mennum á óvart og hvað þá annars staðar sem ekki verið að fylgjast jafnvel með. Já, hvað getur þú sagt mér og væntanlega komið inn í umræðan á sín tíma þegar þú varst að vinna með Múlagöngin, það sem að voru hugmyndi þá raunverulega að fara nær og frá Dalvík og þar inn og beint yfir að koma rétt sunnan við Ólafsfjörð, þar að byggðinni. Það voru göng sem voru kannski 7-8 km eða hvað. Hvernig var umræðan um tíma varðandi þessar 2 valkosti? Var þetta bara
spurningum peninga, fjármagn, hvernig var þessi umræða? Ég held að það hafi verið Norðmenn frekar en einhver aðrir sem mæltu raunlega með þeim valkosti. Já, voru reyndar skoðaðir margir möguleikar á þessum tíma, en þeir voru flestir styttri heldur en þessi 7-8 kilometrar. Það verið að skoða alveg niður í 2,5 kilometri minnum mig og lengi skoðaðir eitthvað rúmið 4 kilometrar, eða svokölluðu míganda og menn fór eitthvað bil þar á milli, en það var annars vegar kostnaðurinn sem stóð mjög í mönnum og síðan áfram voru menn bara ekkert vissir að jarðgangagerð Íslandi væri það yrði örugg mannvirki, menn höfðu þessa slæmu reynslu úr Oddsskarðinu sem satt mjög í mönnum og það var líka til þess að menn vildi ekki byrja á stórt, en kostnaðurinn var náttúrulega alveg meira en tvöfaldur við hinn kostinu. Hann var raunveru, svo ég muni til, aldrei skoðaður í alvöru fyrir töluvert seinna þegar menn fóru svona sjá að þessi göng myndu verða svona tappi í kerfinu eftir að tengingin til Siglufjarðar kom. Já. Svo það kannski bara svona hlifið þetta að minni nú að kaupmáttur í landinu til dæmis hafi vaxið helming frá 1990 og 30 árum. Þannig við vorum líka bara og landsframleiðslu annað, við vorum náttúrulega bara í mun fátækara landi fyrir 30 árum núna, þannig að við varum að hugsa allt öðruvísi í dag. Einmitt, já, og talandi fjárveitingar í framkvæmdir í vegamálum voru bara á allt öðrum stað, þetta með verið núna undanfarið, þannig að við getum ekki alveg borið þetta saman. Nei, þannig að svona eins og staðan væri í dag þá er það sammála með það að mikilvægi þess kannski að þessi stefna sé unnin og menn skoði þessi mál heildstætt fyrir bara allt svæðið, þessa möguleika sem við höfum og leysum það svona heilsteypt þegar við erum að hugsa til næstu áratuga. Ég held að það væri alveg vel þess virði að taka dálítið góðan tími það heima fyrir að leggja það upp fyrir sér til næstu 50 ára eða svo, hvernig sjáum við fyrir okkur vegakerfi framtíðarinnar á þessu svæði og þetta klárlega eitt af því sem þarf að koma inn í það. Við skoðum á sínum tíma hvað myndi kosta að breikka göngin því að það var það sem voru aðal áhyggjurnar að þau væru of mjó og svona nútíma væðu þau og út úr því kom að það myndi kosta svona 60% af því að gera ný göng per kilometr en auðvitað þetta ekki bara spurning að göngin séu gamaldags og mjó, heldur erum við ekki laus við snjóflóðahættuna milli gangana og Dalvíkur, þannig að menn myndi þá hanna ný göng miðað það vera þá alveg komin Dalvíkur megin við þessar snjóflóðastaði sem eru þarna í dag. Ég heldur að það væri stóra máli í dag, það að losna við þessa snjóflóðahættu og skriðuföll og annað sko. Það væri bara að gera leiðina öruggari. Þú ferð síðan vestur og í framhaldi af Múlagöngu þá hefjast framkvæmdir fyrir vestan og tengja saman Ísafjörð, Suðureyri og Flateyri. Það passar, já, það var næsta. Þannig að þetta var svolítið líf í þessu þarna þessum tíma. Það var heilmikið af því það gekk nú alveg sjálf og sér alveg ágætlega með Múlagöngin og menn sá að þetta var alveg framkvæmanlegt að gera þessi mannverki í Íslandsberg með mikið af innlendri þekkingu og kom heilmikið reynsla strax hjá verktökum og öðrum að vinna í þessu. Þannig að menn voru miklu bjartsýnir að leggja í næsta verkefni sem fyrir vestan og þá fóru menn miklu lengra með þessa umræðu einbreytt eða tvíbreytt þversnið sem endaði þannig að einn leggurinn af 3 var hafður tvíbreyður, sem að umferðin mest, það Tungudalsleggurinn inn að gatnamótunum. Það var náttúrulega þetta var mjög krefjandi verkefni, göngu upp og samtals yfir 9 kilometra, það var nú ekkert svona hrist fram úr erminni með gatnamótum inn í miðju fjalli. Þetta þótti framsækið meðal annars átti ágæti samtöl við kollega í Noregi sem fannst þetta bara flott hjá okkur og djarft. Já, þannig í dag hefur kannski haft bara tvíbreiðið eða minnskoðast yfir á Flateyri, alla leið. Alveg örugglega, allavega. Þetta hefur hugsað svolítið yfir sig. Já, en síðan hefur þetta nú þróast og við sjáum mikla breytingar á göngunum sem hafa komið síðan eftir þetta, Almannaskarðið og Fáskrúðsfjarðargöngin, Norðfjarðargöng, Vaðlaheiðargöng og annað, við sjáum að það mikið breyting og náttúrulega Hvalfjarðargöngin á sínum tíma. Þetta mikið breyting. Alveg gífurleg breyting, það náttúrulega kannski öryggismáli sem að þrýsta mest á að gera göngin öruggari, af því þetta náttúrulega einbreiðgöng eru mörguleyti hættuleg, það sem umferð mikil út af eldhættu og öðru slíku. En menn tóku nokkuð snemma strax eftir Vestfjarðargöngin ákvörðun að gera ekki fleiri einbreiðgöng á Íslandi, þannig að það ekki bara spurningu þversnið, þetta allir búnaðurinn, lýsingin,
klæðning á veggjum og annað slíkt sem hefur gjörbreyst, þannig að þetta ekkert sambærileg mannvirki sem hefur verið gerð í dag eins og var þá. Nei, og eru væntanlega hugsuð til miklu lengri tíma kannski heldur en þessi fyrstu sem voru til bastum tíma. Einmitt, en auðvitað, sko, jarðgöng gatið sjálft nú oft hugsað á að vera hugsað svona til 100 ára allavega, en síðan til að skipta út búnaði og slíku á ákveðnu millibili, en þetta það mikið fjárfesting að maður verður náttúrulega að hugsa langt inn í framtíðina áður en teknar stórar ákvarðanir eins og breidd á göngum. Já, förum aðeins sunnar höldum okkur aðeins við Tröllaskagann og Öxnadalsheiðin, þar hafa komið hugmyndir undir Bakkaselsbrekkuna, jarðgöng upp á 4 kílómetra, önnur hugmynd var alveg 11 kílómetra þar sem fer náttúrulega undir alla heiðina. Hvað veistu síðan að ég hef svona haft áhuga bara sjálfur með Hörgárdalinn yfir í Norðurárdalinn Hörgárdalsheiðina sem kom kannski inn á áðan, sko þessa hugmyndi þar, hvað segir það, hvernig finnst þér málið standa þar? Ég hef satt að segja mjög lítið komið að þeim hugmyndum og ekki sé mikið rætt það Hörgárdalinn og þá leiðina. Við skoðum tengt tíðan á korti en töldum bara miðað við uppbyggingu vegakerfis og öðru leyti þá væri vænlegra að fara bara þá undir Öxnadalsheiðina beint, heldur að fara hina leiðina. Þannig það var þó skoðað svolítið á sínu tíma og við vorum nú þá allavega svona hrifnari bara hreinlega að þessum lengri göngum, 11 km göngum, horfti lengri tíma að þetta náttúrulega aðal leið í norður og þá væri mikið í það sækja bara hreinlega losna við þessa heiði. Sem svona verið einn helsti fara á tálminn. Það verið það náttúrulega, nú svo sem menn kannski þurfa að fara aðeins að staldra við að hugsa eru veðurfarsaðstæður að breytast það mikið að við fáum færri snjóavetur en þá kemur kannski hálkan á móti og annað slíkt, þannig að það þarf svolítið að hugsa þetta pínutu upp á nýtt. Áður var þetta yfirleitt snjóþyngri vetur og menn var alltaf að berjast við snjómóksturinn og snjóþyngslinn. Nú hefur við betri tækni, betri tæki, þannig að það þarf að hugsa það svolítið upp á nýtt en ég held að þetta verði að vera inn í umræðin áfram. Já, þetta hérna svona, nú spyr ég bara áhorfendur og þig, geta kannski komið inn á þráðin eða gefa mér upplýsingum síðan. Sagan sem ég heyrði alltaf ákvörðun að þeir fari Öxnadalurinn í staðinn fyrir Hörgárdalinn og tengingin yfir í Norðurdal og Skagafjörð, það verið að þá bjó þingmaður í Öxnadalnum. Og nú bara spyr ég þá þig og áhorfendur hvort þið getur komið með einhverja frekari upplýsingar þetta. Þetta var sagan sem ég heyrði, að þið verið raunverulega sem að réða á sínum tíma hvernig var staðið að málum. Þetta í gamli en það væri gaman að fá þetta er svona saga sem ég heilt mjög lengi. Já, ég get ekki hjálpað þér í þessu hjálp. Ég þekki ekki söguna, þetta var náttúrulega fyrir mína tíð og ég heyrði ekki og hef ekki séð skráð. Nei. En það svona skráður, ef það einhver fótur fyrir henni, þá var hann kannski ekki skráðar mikið, en þeir ganga lifa þrátt fyrir það og getur vel verið að sé eitthvað í því. Það er bara gegnum tíðina vitum það náttúrulega að ráðamenn, hvort sem það er einstakir þingmenn eða ráðherrar, þeir geta haft áhrif á og eiga náttúrulega áhrif á leiðaval í vegamál eins og öðru. Það er ekki bara spurning tæknimál alltaf, þetta er margt annað sem menn eiga að bera ábyrgð á, hafa þekkingu á, byggðatengingar og notkun mannvirkja innan sveitar og utan sveitar og svo framvegis, þannig að það er ekkert óæðilegt þó að stjórnmálum en komið að svona ákvörðunum, en ég þessa sögu þekki ekki. Nei, ég er handað að leita upplýsingum. Það er svona víða land, á Vestfjörðum og fleiri stöðum veit ég, einstakar framkvæmdir eru nýttar við ákveðna þingmenn eða ráðherra hvers tíma. Uppbyggingi verið á vegakerfinu á þessum árum, þessu 40 árum á Íslandi og öryggismál, umferðaröryggi sem að mér veist vera aðeins að kynna mér gegnum árin og skrifa aðeins eins og mér minni hérna að lesa í einhverju opinberri skýrslu frá samgönguráðuneytinu að fyrir raunverulega á síðustu 30-40, vantarlega 40 árum þá hefur raunverulega þeim hefur fækkað alveg gríðarlega umferðaróhöppum og og dauðaslysum, banaslysum í umferðinni, þannig að þetta hefur verið, það voru kannski 35-40 manns hérna fyrir 40 árum að deyja ár eftir ár í banaslysum í umferðinni og mér sýnist að umferðarmagn hefur aukið cirka 4-falt, þannig að það er gríðarleg breyting sem eru orðið bara almennt í umferðaröryggismálum tengt vegakerfinu. Ég hugsa að
við séum að tala einhverju sko 10 sinnum nánast öruggari vegi og umferð heldur en var bara fyrir 40 árum. Já, ég hef svo þess alveg rétt, ég hef ekki skoðað þetta alveg nýlega, þetta svona nokkurn veginn þær stærðir sem eru réttar í dag og við þetta svona ekki bara bundið Ísland, þetta svona hinn þróaðri lönd, það sem myndir alls staðar að teikna sig fram og sérstaklega núna alveg síðustu árin og þetta ekki bara spurning öruggari vegi, heldur ökutækin orðið miklu öruggari líka. Bílbeltin fyrst sem að breyta mjög miklu og svo margt í bílunum sjálfum sem hjálpa til. En vegakerfið náttúrulega tvímælalaust hefur stóran hlut í þessu líka en margt eftir ógert en þetta alveg gjörbreytt mynd eins og þú segir frá því sem var bara fyrir 20-30 árum. Já, nei, maður finnur það og náttúrulega bara að fólk sé með belti og síðan bara hörnum bíla og síðan breytt vega og blindhæðir og annað þannig að ég held að við unnið mikið og gott verk þar. Ef við höldum aðeins áfram fyrir ekki þetta áhersluatriði eins og þessi árin veit ég á núverandi ráðherra og hefur verið öryggismálin eru má segja númer 1 sko en ekkert að sætta sig lengur við þessar fórnir hvort sem það eru banaslysi eða alvarlega örkuml og svo framvegis sem fylgir þessi notkun af þessum tækjum þannig að menn tilbúin að leggja heilmikið á sig til þess að bæta þetta ennþá frekar. Já, fækka þessu svörtu blettum sem að svo eru kallaðir og vinna sérstaklega með það og tengja við. Ég langaði aðeins að ræða við eitt af mínum svona pólitískum málum eftir ég byrjaði í pólitíkinni og þá var bara bæjarpólitíkinni og annað. Ég skrifaði Kjalveg á sínum tíma eða Norðurveg. Þá ferðaþjónustu kaflan í þeirri skýrslu. Þetta áður en byrjaði í pólitík. Og þetta þá fyrir einhverju 15 árum síðan og þá voru 4.500 bílaleigubílar að keyra úr landi á þeim tíma. Þeir síðan urðu flestir 25.000 andilega 2017-18. Síðan náttúrulega erum við í þessu COVID ástandi en ég full að trú að þetta komi allt aftur. Ég held að Kjalvegur og við þurfum að hugsa svolítið með hálendisvegi og svo erum við hálendisþjóðgarð að hugsa, þetta eitt af þess að hugsa svolítið heilsteypt hvernig við ætlum að fara með og ég leita á þarna á síðan tíma fyrir 15 árum að þetta væri eitt af stóru tækifærunum bara í ferðaþjónustunni út af þróun sem með bílaleigubílum og dreifingu ferðamanna og þar með væri þetta mjög stórt og mikið mál fyrir all landið en auðvitað líka sérstaklega fyrir kannski Norðvesturland og Norðausturland og dreifingu almennt af ferðamönnum Kjalveg. Svo höfum við Sprengisand sem ná enn austar og ýmsa möguleika. Hvernig hefur þetta verið? Nú hafa þessi 4 vegir, ef maður rétt, verið sem stoppvegir inn í kerfinu okkar samgönguáætlunum. Það hefur verið Kjalvegur, það hefur verið Sprengisandur og Fjallabaksir og niðri. Hvað getur þú sagt um þetta? Hver hefur hugmyndafræði verið bak við þessa vegi í samgönguáætlunum og í kerfinu? Jú, til viðbót og þetta Kaldidalur, þeir eru 4 eins og segir. Já. Það svo sem hugmyndafræðin í byrjun þegar þessi vegir voru teknir út og gerðir á stoppvegum sem almennt fram að því hefði bara verið á láglendi var svo að til framtíðar þá hlyti ferðaþjónusta og íbúar í landinu að vilja hafa svona nútímalega vegi á þessum svæðum eins og annars staðar og þá svona vildi menn eyrnamerkja hvaða leiðir það væri sem menn ættu að einbeita sér að og það voru þessar 4 teknar til hliðar en það fylgdi því aldrei nein ákvörðun eða tillögur hvers konar vegir ættu þarna að vera. Það búið að vera að taka svolítið á það, bæði varðandi skiptaskoðun innan ferðaþjónustunnar við náttúruverndar yfirvöld og aðrast líka það. En áherslan hefur nú alltaf eins og þú nefnir verið fyrst á Kjalveg. Hann svona sá vegur sem að menn hafa skoðað mest og svolítið byrjað á sig hvor megin frá getur sagt að byggja upp. En umræðan hefur raunverulega aldrei klárast hvers konar vegir þetta eiga að vera á hálendinu. Ég held að flestir, allavega mjög margir, sjá fyrir sér að þarna hljóti að koma vegum með bundnu slitlagi númer 1. Mjög margir vilja ekki hafa hátt uppbyggðan veg, þetta bara lág veg sem byggður lágt upp úr umhverfinu og það hefur sýnt sig að vera alveg hægt, það búið að gera tilraun það á Kjalvegi í Sunnaverðum að áður fyrir þá voru þetta fyrst og næst vatnsrásir þessi slóðar, vatnið rann eftir þessu og eyðilaði og menn fóru að keyra utan vega
með því að lyfta þeim bara stutt fyrir yfirborðið og leggja á bundið slitla þá gjörbreytist það, en það er náttúrulega ekki þar með búið að gera þetta heilsársvegum fyrir flutninga og sem sumir voru að vinna og meðal annars þegar þú varst að vinna í þessu þá voru með allar hugmyndir það. Við erum getað að spara flutningskostnað með því að byggja flutningaleiðir yfir hálendið, það er náttúrulega mikið styrking í kílómetrum. Umræðan eru ekki komin mikið lengra en þetta að ræða áfram og verður væntanlega núna í umræðan þjóðgarða hálendinu umræðan hvers konar vegir eiga þetta að vera. Og þetta síðan allar slóðirnar. Það er ekki lagt neina áherslu á að það verði að byggja þær upp, frekar hafa með rætt að loka einhverjum þeirra og fækka þeim. En að megin leiðin í gegn eigi að vera vel fær fyrir alla bíla og út af hreinlega bara loftmengun, rykmengun og öryggi þá sé betra að hafa yfirborðið með bundnu slitlagi heldur en vör. Ég einmitt eins og segi, ég skrifaði ferðaþjónustukaflann inn í Norðurskýrsluna á sínum tíma og þar var einmitt raunlega grunnhugmyndi voru vöruflutningar í sjálfu sér, en í þingsályktun sem ég hef lagt fram á þessu kjörtímabili í þinginu vandi Kjalveg, þá kannski snýr þetta meira bara hugmyndum ferðamannaveg og byggja kannski í landinu og leggja hann í landinu þeim hætti og kannski að geta verið að tryggja hann í svona opin í 7-8 mánuði ári. Það væri svona það sem væri kannski útgangspunkturinn og hvað hægt að vinna með og auðvitað þarf að gera veðurathuganir og annað. Það litla sem sagt það sem ég skoðaði aðeins gagvart því var að leiðina Möðrudalsöræfi og Háreksstaðaleiðina bent á hana einhver leiti sem veður fara á móti Kjalvegi. Það var svona eitt sem ég heyrði frá veðurfræðingum á sínum tíma, en þetta er allt órannsakað kannski einhverju leiti, það er tekna veðurathuganir, en við erum að keyra langa leiðir yfir land í töluverðri hæð, til dæmis Háreksstaðaleiðina, að þetta eru mikla vegalengdir. En á Kjalvegi þá náttúrulega þegar Blönduvirkjun kemur og lónin þar, þá náttúrulega leggur Landsvirkjun töluverða leið þarna inn, sem er bara mjög fínn vegur, þannig að það er eiginlega sunnan við Hveravelli sem er mjög dapurt og slæmur vegur og annað. En kannski bent á farandi ferðaþjónustuna í þessu samhengi að þegar að leggur á stað einhver frá Reykjavík á sínu bíl eða við bara Íslendingar, að þegar þú ert komin í Gullfoss-Geysi þessa leið til Akureyrar, ef þú færir stystu leið, þá ertu kannski búið með sirka 1/3 af leiðinni norður. Þannig að þetta er breytingin sem er að reyna að fólk átti sig á að raunverulega ef það væri farin stysta leið sem væri niður í Skagafjörð er það gerð líka, en það var þetta 215 kilometrar Gullfoss-Akureyri. Svona það er kannski punktur sem að reyna að sá aðeins fyrir, þannig að fólk átti sig á hvað við erum að tala að það geti verið rúmlega 2,5 tíma akstur á 90 km hraða eða 82,5 tími. Þá erum við búin að umbreyta þessari hugmyndafræði varðandi dreifingu ferðamanna. Það er líka mjög áhugavert í þessu að Rögnvaldur Guðmundsson í rannsóknir og greining sem er mikið að rannsaka í ferðaþjónustunni, hann einmitt vann held ég minni mig fyrir Vegagerðinni í fyrra, það kom akkurat fyrir ári síðan í janúar í fyrra, mjög áhugaverð skýrsla frá honum og það sem ég man meðal annars úr henni var að 2010 voru 37% erlendra ferðamanna á bílleigubíl, en 2018 voru 60%. Þannig að þetta er svo mikið innlegg inn í þetta að við Íslendingar í ferðaþjónustu erum fyrst og fremst að selja það sem við kallum innan gæsalappa road trip. Að fólk kemur til landsins, leigir sér bíl og keyrir landið og það hefur ekki breyst með COVID-unu, það er styrkt það gríðarlega. Þessa hugmyndafræði, þannig að ég held að við þurfum að hugsa þetta svolítið í stóra samhenginu og við erum líka að tala að dreifa ferðamönnum betur og minnka álag á ákveðin svæði, þá held ég að þetta sé mjög stórt og veigamikið atriði inn í þá umræðu. Ég held að það sé alveg rétt og það menn hafa líka bent á að það er mjög oft ólíkt veðurfar fyrir norðan og sunnan, þannig að ferðamenn gætu stýrt svolítið eftir því hvar þeir eru að eyða tímann og hverjum tíma. Ég tók þennan punkt í skýrslunni þetta fyrir 15 árum, það með veðurfarið, að þú getur keyrt raunverulega bara á 1,5 tíma á milli veðursvæða með einföldum hætti og verið alltaf sólarmenn í lífinu. Þannig að það er svolítið áhugavert. Ég er aðeins að lesa einhverja spurningar við tökum þær á eftir, en Sprengisandur, hefur eitthvað kynnt nú hefur verið umræða raunverulega mögulega streng
yfir Sprengisand varðandi megiflutningskerfi raforku og þá getur það fylgt slíkum vegi en það heldur lengri leið en hefur þessi umræða verið eitthvað í gangi innan þegar þú varst í Vegagerðinni eða þið sem eru að ræða þessi mál? Já, það var fyrir nokkrum árum, bara ekkert mörgum árum áður ég hætti töluverð umræða og raunverulega samvinna í gangi milli Vegagerðarinnar og Landsvirkjunar í að skoða þessa mannvirkjagerð og kosti og galla þess að vera eitthvað samferða í til dæmis umhverfismati og framkvæmdum og öðru slíku. Því að menn hafa náttúrulega verið að reyna að horfa til þess að takmarka stærðina eða breiddina á þessum mannvirkjabeltum á hálendinu, þannig að það væri þó ekki verið að raska bæði gera slóðir fyrir uppbyggingu mastra og svo aftur vegi fyrir bíla. Þannig að einhvern veginn reynt að samtvinna þetta, þannig að sú umræða hefur þegar farið fram og eru til bæði skýrslur og kort yfir hugmyndir hvernig er best staðið að því, hvort sem það þá sérstaklega bara út af veginum eða út af tengingu við línulögn. Af því að sé fór náttúrulega umræða meiri í hvort að línur eru þá einhverju eða miklu leyti niðurgrafnar og svo framvegis. En við fengum nú ekki mikla eða svona jákvæðar undirtektir af skipulagsyfirvöldum á vegagerð á þessum tíma á þessu svæði. Þannig að það var svo sem ekkert unnið lengra allavega þá og ákveða að bíða svolítið eftir uppbyggingu í raforkunni, hvernig hún myndi verða. Það var náttúrulega þessi umræða og hefur verið línur yfir hálendið og láta þá vega umræðina fylgja því frekar eða koma í kjölfarið eða samhliða. Einmitt. Þetta raunverulega tengist mér hálendisþjóðgarður ágætis hugmynd og allt þetta, en mín andstaða raunverulega við hann hefur tengst þessu að mér ekki þótt nægilega góð umræðan eða komin góða niðurstöður og það hvernig menn ætla að taka á hvernig að leggja vegi hálendisþjóðgarðinn og síðan raforkuflutningana. Að við þyrftum að vera með miklu stærri sýn á heildarsamhengi hlutana áður við ákveðum svona veigamikla aðgerð, að við séum með þessa stærri sýn og það er kannski mín andstæða hefur svolítið verið auðvitað með síðan ákveð skipulag sveitarfélaga og ferðafrelsi og annað, allt sem þessu tengist ferðaþjónustu og hvaðina, en við þurfum það er þetta sem hefur verið að kalla eftir síðustu ár, að fá miklu betri heildarmynd áður en við förum í þessa vegferð að hvað við ætlum að gera í stóru dráttum varðandi þessa hluti. Þannig að við förum ekki upp á von og óvon þessa hluti inn í þetta dæmi. Þannig að það hefur svona verið mitt sjónarhorn. Ég ætla ekkert endilega að biðja þau pólitíska sýn á það. En nú er spurt, Ólafur Jónsson spyr á þræðinum, hvers vegna er ekki sett olíumöl beint á marga tengivegi og héraðsvegi án þess að það komi til kostnaðarsöm uppbygging þeirra áður en það með að bæta skilyrði í sveitunum. Þetta er kannski, við höfum náttúrulega verið að gera þetta eins og var ákvörðun tekin með að nýta sniðið þegar við Langanesströndina, þegar við vorum nokkur í Bakkaferðanefndinni og var lögð mikil áhersla á að fara í framkvæmdir við Langanesströndina og voru kannski að flýta þá þeim framkvæmdum áratugi með því að nota raunlega og það vegstæði var nokkuð gott og nokkuð beina línur og ágætis dæmi. En hvað segir, þetta höfum við verið að gera einhverju leyti, en hvað segir þessa spurningu frá Ólafi varðandi héraðs- og tengivegina og olíumöl á vegina? Það er þarna, ef þú sér það undir töflinu. Já, og við erum ekki komið að því hvað við erum að gera helst í vegamálum í framtíðinni, en ég er alltaf lítið svo að þetta sé eitt af stóru verkefnum á framöndan, það við verðum að leggja meira slitlögum og þá er komið að tengivegum og síðan héraðsvegum, ekki síður tengivegum, það er svo víða sem er töluverð umferð á tengivegum sem að malarslitlar þolir ekki þá umferð í dag, þannig að við verðum bara einbeitt okkur að því og það verið gerða eins og tilraunir með að leggja slitlag beint á fyrirliggjandi vegi og því miður hafa þeir margar mistekist. Það er bara hreinlega staðreynd að þarf að setja hreina möl, svona sæmilega þykkt burðarlag undir slitlag. Það þolir náttúrulega ekki miklar hreyfingar eins og malarslitlag, þannig að því fylgir alltaf einhver undirbygging. Það er ekki endilega að breikka þá eða bræta mikið, það er ákveðnar beygjur kannski með hættulega sem eru teknar af, en þetta menn að gera, held ég með að segja meira og meira þó í þessa átt, að reyna
að gera þetta eins ódýran hátt og hægt því að það munar svo miklu bara að fá slitlaði. En það er ekki að það dugar ekki í 2-3 ár og tæti síðan upp að því undirlagið bara gefur sig. Það má ekki setja þetta beint á einhverja drullu. Það þarf að hafa sæmilegt burðarefni undir og þó þess ekki nefnum bara mjólkubíllinn sem fer, þá þarf hann alltaf ákveðin burðvegurinn til þess að halda upp í þeirri þyngd. Og það er nú aðal skýringin á því að menn hafa svona ekki mikið gert að því að leggja bara bundið slitla beint á fyrirliggjandi vegi, sama hvort það eru tengivegir eða héraðsvegir. Ég er bara skrifa upp á það er full ástæða til að setja aukinn kraft í slitla á þá vegi, víða land og ekki síst á Norður- og Austurlandi. Einmitt. Síðan er þetta spurning frá Tómas Inga Jónssoni í tengslum við öryggismál bifhjólamanna, það er víravegrið. Hvernig hefur umræðan verið varðandi þessu? Ég hef nú heyrt mikið þetta frá bifhjólamönnum varðandi það. Hvernig hefur þetta verið inn í vegagerð, hugsað? Jú, það er svo sem hefur verið alla tíð, alveg frá þetta kom fyrst upp og er svo sem búin að vera sama umræðan í öðrum löndum líka. Við erum náttúrulega mest með Norðurlöndunum fylgjum, stöðlum og öðru slíku hjá þeim og þetta er dálítið svona tilfinningarík umræða sem þetta er erfitt að taka því að menn leggja þetta upp þannig að þessi vírar þeir skeri sundur tæki og jafnvel fólk sem betur verið ekki mörg dæmi að orðið slys út af vírunum en það er samt full ástæða til að hafa áhyggjur af því og skoða hvort ekki hægt að gera annars konar vegrið. Það sem hefur náttúrulega verið svona aðal kostur við vírana er að þau safna miklu minni snjó að sér heldur en þessi bitavegrið sem að við þekkjum náttúrulega mjög vilt frekar við hlíðvegar. Þannig að það er bæði einfaldara að hreinsa snjóinn og hann verða minni skaflar líka. En ókosturinn er einmitt sá ef það verður slys, sérstaklega á óvörðum verkfærendum og það er það fyrst og fremst bifhjólum, að þá er náttúrulega ákveðin hætta sem fylgir þessum mannvirkjum. Það er ekkert hægt að líta fram hjá því. Nei. En við komumst ekki til að ræða þetta svolítið meira núna þegar við erum að stofna á að aðskilja akstursstefnu með vegriðum því að það er eitt helsta áhersluatriði í öryggismálum, það er að aðskilja gagnstæðar akstursstefnu með vegriði og víravegriði til þess að Suðurlandsveginum hefur nú staðið sig ágætlega og hefur verið keyrt að bæði af léttum og þungum bílum og hefur staðist alveg slíka árekstra en við losnum samt ekkert við þessar áhyggjur með bifhjólum. Þannig að ég get svo mikið sagt meira en það að menn eru alveg meðvitaðir þetta og verða náttúrulega bara að halda þeirri umræðu áfram. Getum við tryggt öryggi þessara vegfarenda betur heldur en með þessum mannvirkjum. Já, svo meira öryggismál í umferðinni eins og með einbreiðar brýr og tökum aðeins þau mál. Við erum með Skjálfandafljóti hérna hjá okkur og það er komið það verður fljótlega að byrja með framkvæmdi við tvöföldun við Goðafoss og síðan erum við með gömlubrúna neðar í ána frá 35 við Rauðuskriðu. Síðan erum við með náttúrulega yfir Jökulsá á Fjöllum mikið mannvirki sem að mögulega fór í mér fannst það vera komið svolítið langt í ferli hérna á sín tíma en síðan eftir holurhraunið að það eru eldsumbrot þar að þá var það svona eins og menn fara að hugsa þetta bara nýtt, ég veit það ekki en síðan erum við með Lagarfljótsbrúna og annað, með þetta er náttúrulega gríðarlega mikilvæg framkvæmdir að einbreiða brýr og upp á umferðaröryggi. Já, það er og ekki síst þessar stórbrýr sem þú nefnir, það er bara búið að fresta þeim í raun og veru allt og lengi en þeir eru nú flestar allar komnar á áætlun núna held ég, langtíma áætlun. En það er ekki bara öryggismál heldur hreinlega eins og með Jökulsána, hún er hreinlega orðin það gömul og fullorðin, hún ber ekki fullan þunga í dag, það eru takmarkanir á henni, það má ekki vera með einn fulllestaður bíll yfir í einu og svo framvegis. Þannig að þetta er verkefni sem er ekkert hægt að ýta undan sér endalaust, en hver brú kostar það er ekki 2 milljarða, þannig að þetta eru heilmiklir peningar þessar sem þú varst að telja upp. En slysin hafa náttúrulega ekki síður jafnvel enn frekar orðið á litlu brúnu, styttri brúnu sem eru töluvert af ennþá, ekki síst á Norðaustur- og Austurlandi og síðan á Vestfjörðunum. Þannig ekki mikið af þeim á Suður- og Vesturlandi en það eru þó til. Þannig að þetta er náttúrulega eilíft verkefni sem verður áfram að leggja áherslu á að fækka þeim. Margar þeirra detta út bara við uppbyggingu á almennu vegakerfinu
Við höfum ekki talað mikið vegi eins og í Horkadalnum og Bárðardalnum. Það eru vegi sem stendur til og verður að fara að byggja upp. Því það ekki hægt að halda upp einu sinni almennri vetrarþjónustu nema að byggja það hærra upp úr landinu og síðan alltaf bundið slitla sem gjörbreytir fyrir allan akstur. Og síðan þetta öryggi, þá losnum við líka við einbreiðar brýr og fáum breiðari vegi. Já, og svo við þekkjum náttúrulega bara hérna okkar svæði með erfiðleika sjúkrabíla farið niður Bárðardal til dæmis í því að það farið bara illa út úr því, sko. Þannig að það eitt af þessu verkefni sem skiptir miklu máli. Og það náttúrulega, ég man ekki, voru ekki 37 á þjóðvegi 1, 37 einbreiðar eða eitthvað svona cirka svona síðast og þeim hefur fækkað mjög mikið með suðurströndinni. Það verið að taka 2-3 ára á ári sýnist mér núna síðustu ár. Þannig að mikla framkvæmdir á síðasta ári og á þessu ári held ég í þeim. Þannig að Jökulsá á Sólheimasandi er ein stór sem að hverja og bjóð út sem að mikil og hættuleg brú sem gott að losna við. Já, svo svona einstaka framkvæmdir eins og Austurlandi Suðurstandavegurinn. Alltaf þegar maður keyrir hérna sunnanverðan Fáskrúðsfjörðinn yfir á Stöðvarfjörð, maður bara finnur að þetta óöruggur vegur, hættulegur. Já, það náttúrulega búið að vera ræða það heilmikið með Suðurfjörðina að þarna eru dæmi veg það sem var nánast lagt á gamla veg á sínu tíma. Það vildi bara fá slitlag án þess að breyta mikið veglínu, þannig að þarna mikið af hættulegum beygjum og blindhæðum jafnvel og fyrir utan það að burðurinn ekki beisinn fyrir þyngri flutninga, þannig að það stendur alveg undir sér að fara að byggja það upp, endurbyggja þá vegi. Já, það eru nokkrar einbreiðar hérna í Reyðarfirði og Fáskrúðsfirði og þessu svæði sem maður horft mjög til og eru slysa miklar hérna á Austurlandi í umferð. En síðan erum við að sjá bara mikla breytingar og mikla framkvæmdir núna á Langanesströndinni, Brekknaheiðin væntanlega bara í beinum framhaldi af því. Þannig að mikið verið gert, Hóaskarðið og Tjörnesið og annað. Maður séð þessar breytingur á síðustu 15-20 árum á þessu svæði. Það eru heilu landshlutanir sem hafa svolítið komið inn í nútíman á þessu árum. Þessi tvö verkefni þarna á norðausturhlutanum, Borgarfjarðarvegurinn og svo aftur Brekknaheiðin, það eru dæmi það verkefni sem eru með þeim seinni til þess að virkilega breyta aðstæðum á svona það sem töluvert mikil umferð og nála þéttbýli, þannig að gífurleg bót að fá þá vegi uppbyggða. Já, og maður finnir að maður skreppur á Borgarfjarðareyri núna hversu miklu þetta munar yfir heiðina og niður í Njarðvíkurnar og út skriðurnar, hvers konar stórvirki þetta og mikilvægt að fá þetta inn. Þannig að við erum að sjá í það mikla breytingar í þessu. Varðandi vetrarþjónusta vegur landsins, þetta náttúrulega verið svolítið fyrir okkur landsbyggðarfólkið stórt og mikið mál og þetta finnst okkur aldrei nægilega mikið sett í vetrarþjónustuna. Hér á okkar svæði og við erum kannski að byggja upp þessa ferðaþjónustu vegi og annað og þetta samspil, þarna er komið atvinnulífi, við erum með norðurstrandarleiðina frá Hvammstanga alveg austur í Bakkafjörð og með ströndinni, svo núna er opnað Demanshringinn og framkvæmdina þar, þannig að þetta er bara þessi atvinnulífsbreyting sem er að verða. Það var alltaf sagt og hefur verið haldið í nokkur ár að þyrfti helst að koma mjólkurbú við Dettifoss til að fá vetrarþjónustuna. Hvað getum við gert, sko? Hvernig hefur þetta verið að breytast með árunum, bara vetrarþjónustan? Ef þú horfir yfir sviðið 40 ár, hvernig hefur þetta verið staðið að málum? Hún hafði verið staðið mörguleyti bara mjög vel, en það er ekki endilega vetrarþjónustan, heldur bara þessi uppbygging á vegakerfinu sem hefur gjörbreytt. Áður voru menn að opna þetta 2 sinnum í viku með heflum og ítum og bara fyrir 40 árum. Því það var ekki þjónusta nema bara fáa daga og þá var þetta bæði dýrar og erfiðara í hver sinn sem var opnað og svo lokaðist þetta bara aftur. Síðan með bundnum slitlögum og nýjum tækjum eins og þessum plógum sem eru alfarið notaðar í dag, þá gjörbreyttist sjálf þjónustan. En síðan það bara raun og verið fjármagn sem ræði því hversu mikið þjónustan er notuð, hversu oft bílarnir fara tiltekinn veg. Og eftir hrun þá var það þetta eitt af því sem var skorið einna mest niður þjónustan, menn vildu reyna að halda viðhaldinu í þokkalegu standi þannig að þeir vegi sem búið að byggja myndi ekki hrynja niður. Menn vildu leggja
minni peninga í að mjálka snjó sem myndi hvort sem bráðna þegar hann lánaði næst. En þessi afstæða hefur nú breyst töluvert ekki síst með aukinni umferð með komu ferðamanna. Þá komast menn ekki hjá því lengur að halda þessari þjónustu uppi og ég held að sé nú oftast víða verið svona aðeins að bæta við, en þó hafa reglurnar ekki verið mér vitanlega endurskoðað mjög mikið alveg nýlega, en það eru margir staðir og þetta var kannski mest fyrir reddur. Þetta mætti þjónusta mikið betur. Það er í dag fyrst og fremst spurning eins og ég segi fjármagnið sem sett í þetta. Ég held að sé einhverjir 3 milljarðar á ári sem að fara í vetrarþjónustu, ef ég man rétt, það var svona síðustu ár sem ég var í þessu. Það var 4 milljarðar, þetta svolítið kaflaskipt eftir árum. Við fáum til að snjóþunga vetur, þar sem að þarf mikið að moka, en svo líka sumurvetur sem mjög léttir og þá verða menn voða lítið vari við þetta, nema bara rétt á heiðum uppi. En þungum vetur þá láglendi líka mjög erfitt og þungt og Keflavíkurvegurinn eða Reykjanesbrautin bæði dýr og þung á erfiðum vetrum í vetrarþjónustu. En ég held að sé komið meira og meiri skilningur og þrýstingur á þetta með fleiri ferðamönnum og fleiri ökumenn sem ekki þekkja slíkar aðstæður. Þessi verða að sinna betur heldur var gert á fyrir áratug, talmikið fyrir áratugum. Þetta kannski líka bara þessi gríðarlega atvinnuvega breyting sem orðið í landinu með ferðaþjónustunni og líka mikilvægi þess að hraði vöruflutningar og allt þetta. Að minnum að það hafi verið 2003 sem að það komið fleiri ferðamenn til landsins heldur íbúa landsins. Svo 2010 eru þetta orðið 500.000 erlendir ferðamenn, svo ferðaði upp í 2,3 ár 2018 og 2 milljónir fram að því að þetta fer niður með COVID, að þetta er náttúrulega gjörbreyting bara á atvinnuháttum allt land og bara í sveitunum og annað. Þetta er raunlega verið að límið víða í sveitunum ferðaþjónustan. Þannig að þetta er gríðarlega breyting. Jafnvel þó þessi ekki bara ferðaþjónustan, það er bara atvinnusókn frá bæjum, frá sveitarbæjum, sveitarbyggðum inn til þéttbýlisins heilmikil. Það er fullt af fólki sem hefur ýmist aðalvinnu eða aukavinnu annars staðar heldur en heima í sínum dal og þarf að komast á milli daglega, snemma á morgnana og svo framvegis og börn í skóla og það er að fækka skólum og allt kallar þetta bara á að sé meiri þjónusta á þeim vegum sem er á milli staða. Einmitt. Við getum haldið áfram klukkutímum saman hrein, það er svo margir punktar en mér langar rétt að ræða bara svona endum á svona almennt vegstyttingar og Sundabraut líka. Ég hef náttúrulega almennt í minni pólitík talað mikið fyrir og vegstyttingum og eins og Akureyri Reykjavík bara upp á framtíð Eyjafjarðar og byggðarinnar að skipti máli að fá sem mestu styttingar og bara á samkeppnishæfni. Þá hefur maður kannski helst verið að horfa á vindheimaleiðina og styttinguna við Blönduós og svo Sundabraut. Þannig að þessi þrjár framkvæmdir getur stytt leiðina einhverja 26-8 kilometra til Reykjavíkur og kannski meira í tíma. En hversu stórt þetta? Erum við ennþá, og Vegagerðin og vegamálum í Íslandi, erum við ennþá bara mest föst í því að tengja allt saman eða hvernig hugmyndafræðin að umferðin fækka keyrðu kílómetrum, spara þar, auka hagkvæmni. Ég man í skýrslu sem var skrifuð, hvort hún hafi verið hjá ykkur árið, að styttingin til lands við Blönduós, hún væri það hagkvæm, en hagkvæmasta stytting í landinu geti borgað sig upp á 4-5 árum. Þá var brúin yfir Blöndu inn í tölunni þannig að þar stytting upp á 14, 15, 16 kilometra. Hvar erum við stödd í þessu? Og síðan náttúrulega tökum við sér aðeins umræðum Sundabraut á eftir sem að ég vil aðeins taka sér. En bara með vegstyttingur í Íslandi og hvernig hugsaum við þetta? Já, það er bara fljótlega þegar ég byrja að vinna þá eru gerðar og eru til svona stuttar skýrslur inn á Vegagerð sem heitir bara stytting leiða, sem farið yfir Vegagerði alveg í heild og skoðað svona til framtíðar hvað væri hægt að stytta vegalengdir, ekki bara hringveginum heldur víða annars staðar, þannig að það eru til upplýsingar slíkt. Þetta vildi menn hafa fyrir fram að sé áður teknar ákvörðun einstaka framkvæmdir, en í flestum tilfellum þá var þetta ekki eitthvað sem að náði fram að ganga þegar litið var til endanlegra hönnunar og samvinnu við heimamenn og
jafnvel Alþingi og þá var það bara látið bíða til framtíðar. Men þetta hefur ekki haft mjög mikið vægi í umræðunni. Hvalfjarðargöngin kannski voru dæmi þar sem að þetta var gífurlega mikil áhersla lögð á þetta atriði. Og síðan hafa með mikið rætt Öxi til dæmis út af styttingum, en hinar leiðirnar sem þú varst að tala milli Reykjavíkur og Akureyrar, það var unnið dálítið langt, sérstaklega með Húnavallaleiðina við Blönduós hjá Vegagerðinni og Vegagerðin svona andmælti skipulagi á því svæði, vildi reyna að halda opnu, ekkert endilega fara strax í breytingar, en í framtíðinni hefðu kynslóðurnar möguleika á að stytta þarna leiðina ef menn vildu. En sveitarfélagið samþykkti það ekki, og þeir náttúrulega ráða sínu skipulagi og málið bara statt þar, að það ekki gert ráð fyrir þessum vegi þar og eins það í Skagafirðinum. Það ekkert í neinum tillögum frá Vegagerðinni áform þessar tvær styttingar. Mér vitanlega var ekki þegar ég hætti allavega. Alveg auðvitað mun vera að ræða þetta eitthvað áfram, en þetta sem er statt þar. Þessi tveir kostir. Þetta eru stóru mikið mál og nú von á raunverulega á næstunni, ég kom fram með ásamt þingmanni Sjálfstæðismanna skýrslubeiðni í febrúar-mars á síðasta ári sem við endurtókum aftur þá í haust raunverulega innviði og þjóðaröryggishagsmuni, bara með samgöngur, orkuflutningana og bara í stóra samhengi hlutana, fjarskipti og annað, að við þurfum kannski að dýpkast líka svolítið þessa hugmyndafræði, bara hvernig við ætlum að tryggja raunverulega öryggishagsmuni í svona stærra samhengi. Þannig að auðvitað sjálfsagt þetta eftir að þróast eitthvað hjá okkur, en mig grunar nú að við getum þá sátt það við þá sem standa hérna vestan við okkur í Húnavatnssýslum og Skagafirði Sundabraut, sem langaði að koma inn á svona sem síðasta kannski efni, að ég þeirra skoðun auðvitað átti hún að koma fyrir 30 árum og hefði gjörbreytt heildarsamgöngum í landinu og raunverulega verið gríðarlega stórt og mikið mál og raunverulega hjálpa til við umferðinlega líka í Reykjavík og Ártúnsbrekkuna og heildar svona samhengi hlutana. Það ótrúlegt hvað þetta hefur gengið illa að svona framkvæmd, að hún skulle vera komin, það var byrjað að tala þetta þegar maður var barn. Þetta þannig að maður var örugglega 10 ára gamall að heyra fyrst rætt þessi mál og maður fannst þetta skynsamlegt í 10 ára á öllum þessum áratugum hvað þetta hefur gengið illa eins og með þessa framkvæmd sem að mér finnst algjör grundvallar framkvæmd fyrir svo í stóru samhengi, hvort sem það borgin, höfuðborgarsvæðið, allt Vesturlandið, Vestfirðir, Norðvesturland og hingað norður og bara í þessu stóra samhengi það ætti að vera samhljómur hjá öllum þessa framkvæmd. Nú þú búin að vera í þessu umhverfi í 40 ár, cirka tíma sem við grunar að ég hef einhvern tíma verið að fara að heyra þetta, annarkoð sem barn eða unglingur. Hvernig hefur þetta slegið í gegnum árin? Bara þetta einstaka mál og allt, það búið að vera alls konar í gangi. Ég ætla ekki að fara lengra eða dýpra honni ýmislegt sem hefur gerst í þessu, en hvað segir þú? Jó, ég hafa rétt. Ég segi kannski þetta hafa verið ekki allavega mikil umræðu alla henn tíma sem ég verið þarna, en allavega svona 30 ár. Þá har þetta verið eitt af verkefnum sem Vegagerðin hefur verið að vinna sérstaklega með Reykjavík að skoða og umræðan náttúrulega hefur snúist svo mikið fyrsta áfangan sem alltaf verið kallaður, það áfangan næst yfir Kleppsvíkina, yfir undir Kleppsvík. Þannig að hinn hlutin tengingi við Norður og Vesturland og áherslan á Sundabraut sem svona bara aðal samgönguleið milli höfuðborgarinnar og hinna landshlutana hefur ekkert rist kannski mjög djúpt. Þetta hefur alltaf strandað á hvernig ætlar mann að byrja þetta. Það liggja fyrir tillögur alveg hreint og búið að gera umhverfismat á þessari leið alveg upp á Kjalarnes og það eru vísu einhverjum hnökrar á því en ég held að það yrði alveg hægt að yfirstíga það allt saman. Þannig að áfram núturinn svolítið hérna í fyrsta kaflanum, næst þéttbýlinu og þar hefur náttúrulega umræðan verið núna alveg síðustu missinu þannig að það búið að fækka núna valkostum niður í 2 og
4-5 sem voru mest til skoðunar og það von á, las ég bara alveg nýlega að komið kannski einhvers konar lokaskýrsla frá starfshópi sem að vinna á milli þeirra tveggja kosta sem var lagt upp í skýrslu sem ég var með aftur fyrir 1,5 ári, eða stýrði hópi sem að lagði það til og þar verið að tala annarkvort lágbrú yfir Kleps í Kína eða göng. Nú, hvernig sem niðurstaðan verður þá þessi Sundabraut ekki koma alveg á næstu árum því að ef það kemst niðurstaða í þessa legu umræðu þá ennþá eftir náttúrulega að klára allan undirbúning alla leið upp á Kjalarnes og bæði hönnun og annað sem fylgir því og síðan menn ekki ennþá búin að klára umræðu fjármögnunina því að þetta jú eyrnamerkt sem einkaframkvæmdar verkefni og það náttúrulega svolítið tími sem fer bara aukalega í að koma verkefni á koppinn í byrjun þess vegna. En auðvitað ég bara sammála því að þetta mjög nauðsynleg framkvæmd og hefði löngu gott að koma á að því að byrjum að tala öryggismálin að þá höfum við bent á það líka sem veigamikinn punkt að varðandi rýmingar á höfuðborgarsvæðinu og annað slíkt þá sé mjög mikilvægt að hafa aðra meginleið út úr og að borginni heldur en núverandi Vestlandsveg. Þannig að ég bara ennþá vona meðan ég lifi að þessi braut komist í gagnið en ég ekki alveg að sjá hana koma á næstu árum en vonandi förum að sjá allavega tillögur hvernig á að standa þessu og hvaða tímasetningar verður upp á borðum. Já, ég ætla að vona að voru minnst kosti fara á stað árum ég fyrir eftirlaun að það verður byrjað á þessari framkvæmd. Þetta alveg, ef það talandi þjóðhagslega arðbæra framkvæmdir í okkar samfélagi þá hlýtur hún að vera mjög hátt í stóra samhenginu á þeim lista. Þú komst aðeins þeim inn á hana punkt sem það er þægilegt að tala við þér, þú kemur alltaf inn á næstu spurningu þannig að þetta leiðir svona hvart af öðru. Það nefnilega spurt hérna á þræðinum og ég með að listan hjá mér varðandi með fjármögnun í kerfinu, í vegakerfinu og ég var með meðflutningsmaður á tillögu sem að bara kom núna síðast í haust frá það sem að Bryndís Haraldsdóttir þingmaður okkar í Suðvesturkjördæmi varðandi Sundabrautina og fjármögnunar, einkaframkvæmd og slíkt. Og Jóhann Skírnisson mitt að minnast á hérna á þræðinum að varðandi fjármögnun í gegnum einkaframkvæmdir. Og þú myndist einmitt á Öxi áðan, það stytting upp á 70 kilometra, gríðarlega mikið stytting og þegar að maður sá fyrir sér bara 1.200 krónur veggjald fyrir 70 km styttingu, gæti nú farið bara mjög langt í að fjármagna það dæmi. Sko, hvar stöndum við og hvernig finnst þér þetta að þróast? Sko, þetta hefur verið mikið svona rollercoaster eða hvað, svona undanfarin ár, varðandi fjármögnun í vegakerfinu. Þetta gengur svona bylgjum, það verður eitthvað megin allt vitlaust, síðan róast fólk eitthvað og svo verður allt vitlaust og við erum að tala þetta, Öxi, Sundabraut, göngin Víki Mýrdal undir Reynisfjalli og þetta svona nokkur stöðum þessar hugmyndir. Nú getur þú kannski talað aðeins opnara hætti fyrir fyrirverandi vegamálastjóri. Sko, hvar stöndum við í þessu og hvað finnst þér eðlilegt að sé gert í þessum málum? Já, mér hefur eiginlega alltaf fundist eðlilegt að þetta sé partur af fjármögnun á ákveðnum verkefnum. Ekki hið almenna vegakerfi en að það sem þú ert að taka einstök samgöngumannvirki og réttlæta það að því við þeim kannski fyrr en annars og svo framvegis að þá alveg geta haft þetta sem kost að þetta sé fjármagnað af vegfarendum. Nú það þegar komið og ég nú búin að vera held í 5-6 starfshópum sem fjalla einkaframkvæmdir og nýja fjármögnun í vegakerfi þannig að ég fylgt þessari umræðu eins og þú segir mér í einhver 20 ár. En það allavega komið það langt núna að inn í samgönguáætlun þá eru 3 verkefni eyrnamerkt sem einkaframkvæmd. Það Sundabraut, tvöföldun Hvalfjarðarganga, já líklega bæði Ölfusá og nýja brúin yfir Ölfusá og göng undir Reynisfjall og síðan það sem ég hef alltaf verið mjög spenntur fyrir þessari norsku leið, það sem sambland af framlagi af samgönguáætlun og svo aftur af veggjöldum. Þar eru menn búin að merkja til dæmis Öxina þannig að 50% komi þeim framlag af samgönguáætlun
og 50% sem veggjald. Þetta hafa menn notað náttúrulega mjög mikið í Noregi til dæmis, ekki bara í jarðgöngum, heldur í brúm og ýmsu öðru, að menn reikna sér út að það hægt að hafa veggjaldið þokkalega lágt ef að það ekki að borga 100% stofnkostnaðinn og þá hefur ríkið sennilega lagt til ákveðin hluta og þetta svona verið að í fyrsta sinn núna þá eyrnamerkin í samgöngu að fara þessa leið. Þannig að þetta þó allavega núna komið þetta langt og það eru tiltekið verkefni komin á þennan lista og búið að eyrnamerkja hvernig þau skuli fjármagnast með öðrum hætti heldur þessum hefur. Já, þannig að við mögum það bara að sjá á næsta ára hvernig það gengur fyrir sig og hvernig árangur sjálfs komin í ljós innan 5-10 ára, hvernig þetta að gera sig. Það ein spurning sem var að koma inn sem rétt í lokin. Það alltaf þetta ein í lokin. Hörður Geirsson spyr, eru auknir þungaflutningar á þjóðvegakerfinu að skemma vegina hraðar heldur en hönnu þeirra gerði ráð fyrir? Nú, var strandsiglingum að mestu, þetta duttu svolítið flutninga með strandsiglingunum niður 2005 endilega. Það var kaupa undan eða ríkiskip segir. Síðan var eiginlega Eimskip og þau lögðu þetta niður, svo byrjaði það aftur síðar. Svo það byrjað aftur, sko. Það búið að vera nokkur ár, töluverðir flutningar. Hvað segir þetta? Þú ert múin að koma að þessu hönnun þessar vega og vegamálstjóri og koma að þessu 40 ár með öðrum hætti. Með þetta er stórt og mikið atriði. Já, og ef þú myndir aðeins fara í gegnum þetta. Sko, ef það væri engin þungaflutningar á vegunum, þá væri búið að byggja það mikið hraðar og uppheldur en ella, því að álag af léttri umferð mjög lítið, þannig að þá þyrfti að minna kosta upp á hvern kílómetri í vegum. Vegir eru hannaðir og hafa alltaf verið hannaðir miðað við þungaflutningar. Það er umverulega forsendan sem menn hanna út frá að hver vegur, saman hvort það er malavegur eða vegumbundnu slitlegi, hann skuli þola tiltekið magn af þungum bílum. Nú var svolítið fæst í tíma hver öxull má vera þungur, það var alltaf 10 tonn, nú með 13 tonn, þannig að allir nýju vegir miðað sér 13 tonn. Þannig að vegir eiga að vera allir nema kannski minnstu sveitavegir hannaðir miðað við þungaflutningar. Og það þýðir náttúrulega ekki fyrir neitt samfélag að byggja upp heilt vegakerfi í landinu á þess að sé reiknað með þessum flutningum. Þetta er ekki bara vöruflutningar, það er líka rúturnar og þyngri bílar, þannig að þetta er alltaf verður að vera inn í myndinni sem aðal áhrifavaldurinn. En auðvitað hefur síðan magnið af þungubílum vaxið frá því sem var, eins og bent á í spurningunni og þú varst að tala út af niðurlagningu strandflutningu og annað slíkt, þá hafa fjöldi bílana vaxið en það hefur ekki afgerandi áhrif á hvernig vegirnir endast eða hvernig þeir eru byggðir upp. Það er fyrst og fremst á að byggja upp vegina fyrir 13 tonna öxulþunga og kortir eru þá 5 eða 15 á dag, það er ekki aðalmálið, en samt náttúrulega þýðir þetta að lífsendingi verður heldur styttri. Þeir bera alveg þungan en þeir endast ekki alveg jafn lengi, þannig að það þarf að leggja endurnýja slitlagið, jafnvel styrkja eftir hlutan af burðarlaginu, oftar heldur en ella ef að þungaflutningar vaxa mikið. Þannig að þetta er eina breytum sem er inn í viðhaldi vega, hvað er þungaumferðin mikil af heildarumferðinni og þá þarf kannski endurnýja slitlag og efsta burðarlagið á kannski 7 ára fresti í staðan fyrir 10 ára. Við nefnum eitthvað dæmi óábyrgt. Þannig að þetta hefur áhrif á annars vegar hvernig eru vegir byggðir í upphafi og hversu oft og mikið þarf að halda þeim við. Það er þungaumferðin sem er alveg ráðandi í því. Þannig að eins og þau vorum að ræða Kjalveg áðan, bara ákvörðun það að þetta er bara ferðamannavegur, var ekki gert ráð fyrir þungaflutningum, ef það væri ákveðið, þá geti vegurinn verið miklu svona hann þyrfti ekki sama styrk í uppbyggingu. Já, það er svona spurningu, það er alltaf ekki ráð fyrir rútum reiknaði með, þannig að það er ákveðin þungi þó að sé kannski ekki eins og þyngstu vöruflutningabílar. En þetta hefur heilmikil áhrif á stofnkostnaðinn fyrir hvað þetta hanna veginn, hvað mikil þungi á hverjum öxli. Akkurat. Þannig að þetta er þátturinn heitir næstu skref og ég held að við nú rætt einhver næstu skref, ég hef alltaf vel að spurt hver er að vera næstu skref hjá okkur. Það er þá síðasta spurningin, þú eins og við erum búin að segja núna 10-20 sinnum við þættin, þú ert búin að vera kringum þetta í 40 ár. Og
hver ætti að vera næstu skref? Hvernig sér þú núna, þú getur kannski talað aðeins með opnara hætti, svona með persónulega hætti, hvernig ættum við að standa núna uppbyggingum? Finnst þeim bara að vera á góðum stað þegar þú skilur, sem sagt, hætti sem vegamálastjóri fyrir ekki löngu síðan? Erum við á góðri siglingu eða myndi vera eitthvað svona, góðri siglingu vegamálastjóra, ég veit ekki, en hvað finnst þér, hvernig ættu áherslunar að vera næstu árin og hvað finnst þér mætti bæta frekar? Ég stórsíð alveg sáttur við uppbygginguna eins og hún hefur verið og enda hefur þetta verið heilmikið samspil, það hvorki vegagerðin eða alþingi eða sveitarstjórnin sem að ráða þessu inn öllu. Þetta hefur alltaf verið samspil og samtala á milli og ekki verið mikill ágreiningur stefnuna, til dæmis innan vegagerðina og svo aftur alþingi sem ákveður á fjármögnunin og svona stefnuna í heild og stýrir því náttúrulega í raun. Þannig að ég alveg sáttur það, ég hefði náttúrulega viljað fara hraðar, en þessi 10 ár eftir hrun, við verðum til lengi að jafna okkur á því, það kom ekki bakslag sérstaklega í stoppkostnaður, nýju verkefni. En það lítur mjög vel út núna, sýnist mér, en hvar áherslunar eiga að liggja, það náttúrulega, við erum búin að tala til dæmis umferðaröryggið að breikka vegi og aðskilja akstursstefnur, það kannski númer 1, það sem að umferð yfir tilteknum mörkum. Og það síðan fer ekkert hjá því að það verður að halda áfram að leggja bundið slitlag og gera burðarhæfa vegi, þannig að sé hægt að atvinnulífið þurfi ekki að horfa á þungatakmarkanir og annað slíkt sem við lifðum hérna áður fyrr. Og bundið slitlag bara að verða svona grunnþörf fyrir alla umferð í samfélaginu í dag, sama hvort það skólabílinn eða flutningabílinn eða mjólkurbílinn eða bara ferðamanninn. Þannig að bundið slitlag og með uppbyggingu svona upp úr jörðinni, það áfram að vera eitt af stóru verkefnum. Síðan þessi einstöku verkefni sem þá jarðgöng til að leysa hnútpunkta sem að breyta mynstrinu innan svæða, fyrst og fremst, kannski frekar heldur en endilega við höfuðborgina. Það til dæmis á Vestfjörðum heilmikið hægt að breyta þar með jarðgöngum. Og síðan þessar stóru byrji sem við nefndum sem þarf bara vegna aldurs að fara að gera átak í. Þannig að þetta þessi stóru verkefni plús þessi almenn uppbygging sem að þarf bara að halda áfram og nákvæmlega í hvað röð þetta árið eða hitt árið, það skiptir yfir minnstu máli. Það svo margt framundan ógjört að það alveg óþarf að tína sér í að rífast hvað kemur akkurat fyrst en það að nóg að taka allavega og menn þurfa sérstaklega eins og þú nefndir í upphafi samtök sveitarfélaga og sveitarfélag þurfa náttúrulega bara að marka sér inn í sína stefnur sem að síðan kemur þá inn í þessa landsdekkandi samgönguáætlun sem ræður þá hraðanum og stefnunni til næstu 5 og 15 ára. Það eitt sem að reyndar, eins og gerist alltaf svona, það sem kemur við kollina, ég var ekki búin að setja á blað en var búin að vera að lesa með töluvert á sín tíma fyrir margt löngu þegar var mikil umræða 2+1 vegi eða 2+2 og þá minnir mig að stoppkostnaðurinn við 2+1 á móti 2+2 hafi verið cirka 40%, en umferðaröryggislega það náðist nánast sami árangur vegna þess að það verið að aðskilja umferðina og hafa þessar áherslur haldið sér að leggja það sem 2+1 og lengri þar með leið og nýta fjármagni betur eða höfum við farið svolítið mikið bara beint í 2+2? Maður hugsar eins og segjum bara Reykjavík upp í Borgarnes sem að sér sem tiltölulega einfalda leið að gera 2+1 veg eftir göngin og Melana og þetta og mögulega Suðurlandið og það sem svona umferðin mikil. Hvernig hefur þessi pólitík verið? Var þið 2+1 og 2+2? Nei, þetta hefur haldið sig þannig að núna menn að leggja upp með að þetta verði fyrst og fremst 2+1 vegir hérna út frá höfuðborginni. Þetta núna Kjalarnesi sem verður að vinna í og í Borgarnes og vegurinn milli Hvergis og Selfoss, hann líka 2+1. Þannig að það verið reyna einmitt að komast lengra fyrir sama fjármagnið, hafa sama öryggið. En í báðum þessum tilvikum þá samt staðið þannig að verki að undirbyggingin sjálf hún miðað við 2+2. Þannig að við erum að horfa til komandi kynslóða sem að við vitum náttúrulega aldrei hvort að við verðum öll á bílum eða hvort við verðum í loftinu eða hvað. Að það þá allavega hægt að bæta akkurinn við og gera þetta 2+2
þegar að umferðarmagnið hefur farið yfir ákveðið mörk, en örygginu viljum við ná. Þannig að menn eru að vinna þetta held ég eins skynsamlega eins og hægt er. Ég alveg sammála því til dæmis að Reykjanesbrautin með þá miklu umferð og sérstök umferð, hún átti alltaf að vera 2+2, þannig að það er ekkert að vera að sjá eftir því. Hún hefði ekki... En minni að Svíarnir hefði talað að 20 bíla vegu, það væri það 2+2, til að fara úr 2+1. Það minnir mig að lesa einhvern tímann. Já, þú ert lært til mikið í þessu, Njáll. Já. Herðu, Hreinn, bara kæra þakki fyrir þetta. Þetta var mjög áhugavert og skemmtilegt að fá tækifæri loksins til að ræða svona mörg efni sem hafa haft mikinn áhuga gegnum tíðina og það er gott að fá þennan fróðleik allan fram í einum svona þætti. Bara takk að kærlega fyrir. Takk bara fyrir það. Gaman að maður ekki alveg glemt þetta og maður sé það er ekki stólnum. Við ljúkum þá þættinu í dag. Takk fyrir og við heyrum.